Sett fund í bæjarstjórn, þetta bæjarstjórnarfundur númer 3564 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Og fyrsti liður á dagskrá breyting á deiliskipulagi Holtahverfis fjölbýlishús við Miðholt og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er komið á dagskrá liður 2 í fundargerð skipulagsráðs frá 14. maí 2025. Það sem lögða fram tillaga á breyting á deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis er afmarkast af Langholti, Miðholti, Krossanesbraut og lóðamörkum undirhlíðar 1 og 3. Í breytingunum felst að lóði við Miðholt 1-9 eru sameinaðar í eina lóð auk þess sem lóðamörk færast aðeins til suðvesturs. Byggingareitir eru óbreyttir en gert er ráð fyrir að heimilt verða að byggja á hverjum þeirra 3 hæða fjölbýlishús í stað 2 hæða samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Þá er gert ráð fyrir að heimilt verði að byggja 1 bílakjallara innan lóðamarka með aksturstengingu frá Langholti. Áfram verður gert ráð fyrir bílastæðum við Miðholt en nú er eingöngu miðað við að tengingar inn á bílastæði verði 2 í stað 5. Fjöldi íbúða eykst því úr 30 í 54. Þá var sett kvöð trjágróður innan fjölbýlishúsalóðarinnar og bætt er við stígum og gróðri á opnu svæði auk þess sem gerðar eru breytingar á hámarkshraða í Langholti og bætt við gönguþverum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga breyting á deiliskipulagi Holtahverfis norður verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 samhliða auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi sem nær til sama svæðis. Þetta hefur áður komið á dagskrá en núna er svona helsta breytingin frá því að þetta kom hérna síðast er svo að það er verið að sameina lóðina í eina og bílakjallar og tekið tillit til einhverja athugasemda sem hafa komið til þess að draga úr umferðarmagni inn í Miðholt. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er að ræða umtalsverða aukningu á byggingamagni. Fjöldi íbúða eykst úr 30 íbúðum í 54 íbúðir líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á. Í sjálfu sér tel ég það vera heillaskref og þessi uppbygging verði til góðs á þessu svæði. Ég velti eins og aðeins fyrir mér hvernig til útdelingar kom og því spyr ég það rétt skili hjá mér á uppbyggingaraðilega við fengið í lóðinni úthlutað á þeim forsendum að viðkomandi gæti breytt skipulagi og ef svo var það ekki auglýst svo öll gætu setið við sama borð. Það er bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég er alltaf að læra eitthvað. Síðan leið ýmsa galla sem eru á kerfinu hjá okkur til að mynda að bókanir sem koma við mál í nefndum tiltölulega snemma fylgja þeim ekki áfram fyrir bæjarstjórn. Þannig að ég myndi telja það rétt að bókanir, þar sem einstaklingar leggja fram í nefndum að það ættu alltaf að fylgja málinu áfram, þannig að þegar það kemur til bæjarstjórnar að þá sjáu bæjarfulltrúar allar þær athugasemdir sem gerðar hafa verið ef einhverjar. Mér langar með leyfi forseta til að lesa bókun sem ég gerði og varðar þetta mál. Og þessi bókun er reyndar frá því snemma í vor, frá því í mars. Og hljóðar svo, undirritað tekur undir með gagnrýnendum nýrra skipulagstillögu Miðholt. Hér stórvægilega breytingu frá gildandi deiliskipulagi, en það er gert ráð fyrir 30 íbúðum í 5 2 hæða byggingum. Á þetta meðal annars bent í athugasemdum. Einnig ásókn verktaka í græn, svæði sem veldur mikilli og á stundum öfgafullri þéttingu byggðar,
Auk þess uppi efasemdir jarðvegseiginleika á svæðinu. Ég tel því réttast að falla frá hugmyndum fjölgun íbúða og umræddum lóðum, heldur ætti að fækka þeim eða jafnvel falla alveg frá öllum byggingaframkvæmdum Miðholt 1-9. Nú erum við að gera það enn og aftur. Við erum að ráðast inn í gróið svæði, ég skal viðurkenna það, þetta í jaðri, blokkir eru þarna, ögn til suðurs, ég viðurkenni það, en við erum að breyta þarna umtalsvert. Við erum enn og aftur eins og við ætlum að gera upp hjá Lundi, eins og við ætlum að gera á tjálsvæðinu, þar sem á að koma nýtt blokkar hverfi, gjörsamlega úr takti við allt það sem þar í kring. Við erum enn og aftur að láta undan þéttingarþrýstingi. Við erum ekki að læra af reynslu annara, við erum ekki enn, það líður að því, en við erum ekki enn byrjað að hlusta á þær raddir, reykvísku raddir, sem eru farnar að kvarta og verða háværari, kvarta undan því hvernig þar hefur verið ráðist í þéttingu byggðar og byggð ótrúlega ljót hús, verð ég að segja. Það sem við ætlum að gera hér að byggja úr takti við það sem norður af. Við ætlum að byggja hærra, í staðinn fyrir að láta byggðina lækka niður þá til suðurs sem væri eðlilegt. Við ætlum að búa til, ímynda ég mér, eitthvað svipað og við höfum reist hér við Austurbrú, þar sem húsin hafa farið hækkandi sífellt, þar sem við byggjum fyrir gömlu húsin, fyrir hverfið. Ég að reyna að tala á rólegum nótum þetta. Lóðar sig. Við ætlum að fylgjast, svo við takjum nú einhverja punkta úr þessum athugasemdum mínum. Lóðar sig. Við ætlum að athuga með það, við ætlum að fylgjast með. En hvað að gerast hér upp í Mýrahverfi? Áratugum eftir þar var byggt. Ég get nefnt það dæmi hús sem var á einni hæð, þar komið auka þrep í þessa byggingu af vísu einhverjum áratugum eftir að hún var byggð. Við vitum að þetta jarðvegssig, það ekkert að koma fram á morgun eða hinn. Þetta eru áratugir og við ætlum að byggja þarna á mjög tvíræðu svæði, þannig að ég tek þess vegna fullt mark á þessari athugasemd. Að auki bendi ég á það og vil að við veltum því ögn fyrir okkur að við ætlum að fjölga íbúðum úr 30 í 54 með því einu að hækka húsin eina hæð. Hvað erum við að gera? Þetta veit ég ekki, en ég bendi á og bið ykkur að velta fyrir ykkur Hagahverfi. Það fór úr 500 og eitthvað íbúðum í 800 og eitthvað íbúðir. Án þess að húsum væri fjölgað 1, hvað þá 2. Við gerðum þetta með því að leyfa verktökum að byggja ótal smáar íbúðir. Þetta hafa tilteknir arkitektar bent á að það hafi verið óheillaspor. Og ég bara velti því fyrir mér, hver áhrif hefur þetta á þetta hverfi? Þetta hverfi að byggja smáar íbúðir eða ég að misskilja hér eitthvað í þessu að þegar þú ferð úr 30 í 54 íbúðir að þá sé ekki verið að byggja þarna þó nokkuð margar 40 fermetra íbúðir eða smærri, jafnvel, sem ég veit fel og hef heyrt ykkur tala að og svo sem kannanir hafa sýnt það að konur nenni ekkert lengur eiga við okkur kalla og vilja helst ekkert eiga mikið af börnum. Þannig að við erum komin vel niður fyrir 2 á mann og í framtíðina þá bara mun þetta leggjast af og þá náttúrulega ergo niðurstaðan svo að litlu íbúðirnar það verði mjög eftirsótta fyrir einstaklingana, en við erum bara ekki komin á þann stað ennþá. Þannig ég velti bara fyrir mig hver áhrif þetta hefur og hvort þetta akkurat það sem þetta hverfi þarf á að halda.
Mér langaði til þess að fara hér víðan völl til að benda á eitt og annað sem að gerast hér í okkar byggðalagi, þróun þessarar byggða sem hér en ég ætla að láta það bíða þannig að við einbeitum okkur að þessu dæmi eina. Ég satt hjá í skipulagsráði þetta þar kom fyrir og já, ég veit ekki af hverju ég var ekki á móti en ég ætla að halda áfram að sitja hjá. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki málsins, orðið laust. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Við höfum reyndar, ég og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, tekið þessa umræðu kannski inn í skipulagsráði áður. Ég held, þú veist, og ég deili alveg þeim áhyggjum að við förum ekki svo hratt fram í þéttingu að við endum í ógöngum eins og hefur gerst á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla bara að vera sammálaðir það, en ég tel við okkur það sé alveg langur vegur frá að við séum komin eitthvað nálægt því. Nú erum við að leggja til að þetta verði auglýst og þarna verða vissulega fleiri íbúður heldur en að var gert ráð fyrir upphafi, en við erum líka landlítið sveitarfélag og það vantar íbúðir og þetta það er djúpt niður á fast þarna akkurat á þessu lóðum. Þú eins og bendir á það er mýri og gæti orðið sigð. Með þessu á að fylgjast og bæjarfulltrúi Jón bendir á mýrar eða Rauðmýrin og það hverfi að það hafi sigið á tugum ára. Ég hef nú trú á að við höfum lært eitthvað á því og það sé hægt að byggja hús í dag sem kom ekki endilega með að síga þrátt fyrir að jarðvegurinn sé svona. Þannig að ég treysti nú bara kannski verktökunum til þess að finna út úr því og þessu eftirlitsmönnum til þess að halda utanum að það fari ekki allt af stað. Við í þessu skipulagi erum að koma til móts við að nokkur vel myndi ég telja við þau sjónarmiðum að gróðurinn haldi sér, við gerum kvöð gróður á þessum lóðum, við förum jafnframt í gróðurskipulag þarna á milli þessara húsa og svo blokkana sem eru nú til staðar nú þegar. Þannig að það er eitt og annað sem að við höfum svona reynt að koma til móts við íbúana og það eru athugasemdir sem hafa borist. Nú fer þetta í auglýsingu, þá fáum við væntanlega fleiri athugasemdir og hvort að við höfum komið nægilega til móts við fólk eða ekki. Og svo að mínu viti þétting byggðar, það má heldur ekki finnst mér. Nú ætla ég aðeins að tala bara þétting byggðar að mörgu leyti svo góð, bara upp á allt að gera. Umhverfið, reksturinn, tíminn sem fer að fara milli staða og svo framvegis. Það er eitt og annað sem að mæli með því að við þéttum byggð. En við verðum, alveg eins og bæjarfulltrúi Jón bendir á, að passa okkur að fara ekki fram úr okkur í þeim efnum og hafa þetta hóflegt og þarna að 3 hæða byggingu að ræða sem að ég tel algjörlega hóflegt fyrir bara sveitarfélag og þessari breiddargráðu í heiminum. Og hvað varðar það sem bæjarfulltrúi Jana Salome kom inn á að þá var farið í að breyta skipulaginu í samvinnu við verktakans sem hafi fengið útluta lóðinni. Það hafði áður verið þarna lóðir lengi til lausar sem enginn sóttist eftir, meðal annars vegna dýftar og það þótti bara og þykir ekki fýsilegt að byggja þarna nema miklu stærra og meira byggingamagn heldur en við upphaflega gerðum ráð fyrir. Svo var búið að breyta þessi í fjölbýlishús og 2 hæða og núna held ég með því að sameina lóðina og gera ráð fyrir bílakjallara undir bílakjallara undir öllu, þá séum við að koma til móts við bæði það sem að hefur gerst þó í Reykjavík að þú veist það er ekki til bílastæði og við hefum líka fórum aðeins í þá vegferð að við erum þá með næg bílastæði fyrir það fólk sem að kemur til með að staðsetja eða kaupa sér eignist þarna fyrir íbúa og þeirra gesti. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þetta hérna náttúrulega og setjum þetta í auglýsingu og fáum fram
frekari athugasemdir. Hvað varðar manna núna sem bæjarfulltrúi Jón kom inn á að geta ekki fylgst með eða bókanir kom ekki fram. Maður á að geta ítt á málsnúmeri og séð allar bókanir ekki þekki og hvernig það hefur verið afgreitt hinga til. Ef að þegar að fundargerð birtist á bænum ef þú ítir á málsnúmeri þá átt að geta fylgst með öllu. Takk fyrir það. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk kærlega fyrir skýr og grein og góð svör og tek undir með henni að þétting geti verið af hinu góða. Einnig vil ég taka fram með mjög ánægð með kvöðum trjágróður innan lóða þarna og gróðurskipulagi sem er komið fram. Ég kýst þó að sitja hjá í þessu máli ekki vegna eðli skipulagsbreytingana, heldur kannski frekar vegna þess hvernig þær koma til. Ég tel að við sem sveitafélög að fara að taka einhvern veginn, hvað ég að segja, valdefla okkur þegar kemur að skipulagsmálum og passa upp á það að þegar við erum að skipuleggja að það skipulag sé raunhæft og eitthvað sem verktakar eru til í að, eða byggingaraðilar eru til í að koma að, sem og að við þurfum líka að passa það að þegar við erum að deila á takmörkuðum gæðum, líkt og lóðir eru, að allir aðilar sitji við sama borð. Þess vegna kýs ég að sitja hjá í þessu tilfelli. Og bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir loki málsins orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu sem gefur merki. 8, 9. Þeir sem eru á móti. Enginn. Og þá 2 sem sitja hjá. 3 sem sitja hjá. 8 sem samþykkja, 3 sem sitja hjá. Takk fyrir það.